það styttist í mikla matarveislu hérna fyrir austan. Já, það má segja það. Hún nú kannski fullum gangi núna, af því að það eins og kannski menn þekkja, þá eru hér hreindýraveðra og gæsaveiðitímabili fyrir hafið og mikil gleði hjá veiðimönnum og svo uppskeran á fullu og styttist í dátutíð og allt það, þannig að það er mikið að vera. En svo ætlum við okkur í lok september og byrjun október að hafa 3 daga hátíð, vil ég kalla það bara, sem okkur að góðu. Hvers konar hátíð þetta? Þetta sambland viðburða. Við byrjum 30. október á norrænni ferða- og matarráðstefnu. Síðan verður daginn eftir svo kallað matamót, þar sem við setjum leiðum saman vonandi framleiðendur og neytendur, hvort sem það eru veitingaaðilar, verslanir eða bara einstaklingar. Og samhliða þessu verður hackathon eða lausnamót sem snýr að bláa gullinu, sem sjávar okkar gull úr sjónum, og öllu þessu allt þetta endar svo á laugardeginum. Þannig að það verður ferðast Austurland. En hver tilgangurinn? Tilgangurinn náttúrulega sá að á ráðstefnunni sjálfur að ljúka 3 ára verkefni sem styrt af Norrænu ráðherranefndinni, og ferðaklasinn og Matís hafa séð ásamt með fjármagni frá atvinnuvegaráðuneytinu, og þar bara verið að leggja áherslu og verið að skoða ferðaþjónustu eða mat í ferðaþjónustu og hvernig við getum byggt upp áfangastaði með áherslu á sjálfbærni og þá mat og matarupplifun. Mikil gerjun í matvælaframleiðslu hérna fyrir austan? Já, ég held það. Það náttúrulega bara almennt að gerast. Við erum búin að keyra verkefni í nokkur ár núna sem heitir Matarauður Austurlands, sem svona framhald af Matarauði Íslands. Og við höfum gert nokkrar kannanir, og eitt af því sem þar hefur komið fram að það vantar dálítið samtal á milli frumframleiðanda eða framleiðandana, þá hvort sem það er sjávarútvegur eða landbúnaður, og þeirra sem síðan eru að selja mat, fá vöruna til þess að fullvinna hana, og það höfum við áhuga á að gerist þarna, og við ætlum líka að fá erlenda fyrirlesara til þess að koma og miðla reynslu sinni. Og einn af þeim sem kemur til dæmis Mats, sem formaður Gourmet Bornholm eða Borgmundarhólms, og við höfum unnið talsvert með Borgmundarhólmi og fórum fyrir nokkrum árum með stóran hóp bænda til Borgmundarhóls til að fylgjast með þar og skoða hvað þeir var að gera, en þeir eru dálítið framalega í matarmenningunni, getum við sagt. En hvað segja bændur til dæmis að aukast hérna, að þeir séu að framleiða og selja beint frá býli? Já, það aukast, en það mætti eflaust vera meira. Ef ég bara tala út frá sjálfum mér, þá myndi ég vilja hafa meiri möguleika til að kaupa, en auðvitað búum við í samfélagi þar sem við höfum aðgengi ofta að hráefni vegna þess að við komum bara úr sveitinni og vitum þess vegna hvar við fáum besta kjötið og allt það. En þetta akkurat eitthvað sem við viljum kannski ræða meira um. Við vitum að það mjög heit umræða heimaslátrun sem nýbúið að leyfa, og það svo margt að gerast, og það þessi kolefnisspor í matvæli, hvort að það hafi einhver áhrif á matvælaframleiðslu, og hvort að það sem ef ég sletti norræna samfélagið talar kortræst mat. Það eru fleiri og fleiri veitingastaðir og aðilar að selja vöru bara sem úr nærumhverfinu og bjóða ekki upp á annað en það sem þeir geta fengið í því. En þegar þú hittir þitt fólk, heima fólk, finnst þér að það sé að vaxa, að fólk vilji gjarnan fá og kaupa afurðir úr sínu héraði? Það held ég sé ekki spurning, og við hrindum til dæmis á stað núna verkefni í sumar þar sem verslanir hér geta merkt vöruna með stjörnun okkar, áfangastaðstjörnun okkar, og það komið upp plakat að ég held í langflesta verslanir hér það að þú ert að leita stjörnunu og þar með ert að fá vöru úr héraði.
og auðvitað mætti vera meira. En hvað með til dæmis veitingastaði? Við erum eitt hérna fyrir aftan okkur. Eru veitingastaðir að svona vakna til lífsins að bjóða upp á afurðir úr héraði? Já, engin spurning. Það náttúrulega bæði boðið upp á kjöt og korn og mjólkurvörur og annað. Það akkúrat það sem þeir vilja. Og margir af veitingastöðunum eru með að farin að framleiða sína eigin vöru. Það ekki lengur þannig að menn kaupa hana, þeir eru jafnvel að búa til eitthvað sem þeir nota svo sjálfur og jafnvel selja í einhverjum tilfellum. En ferðamenn sem að koma hingað austur, þeir væntanlega spyrja mat úr héraði? Já, þeir gera og það auðvitað afleiðing, þess vegna erum við náttúrulega að svara ákveðnu kalli með því að kynna vöruna sérstaklega og við höfum séð það erlendis og tókum sérstaklega eftir því að það var eiginlega út á Borgundarhólmi, það var eiginlega sama á hvaða stað þú komst, þar var bara heill rekki með vöru frá Borgundarhólmi og vakti svolítið athygli okkar sem vorum í þessari ferð. Og svo náttúrulega bara ferðaþjónustan mjög meðvituð þetta. Ferðaklasi Íslands náttúrulega íslenski ferðaklasinn búin að vinna mjög mikið í þessu og þessi ráðstefna meðal annars til þess að koma með þá umræðu hvernig geta og eru með fyrirlesara erlendis frá til þess að ræða það við okkur, hvernig við getum aukið þetta, gert upplifun úr hráefnasvæðinu.